Góðan daginn. Nú er að fara í gang leynisamprjón á Sjali í samstarfi milli mín og Iceberg Garden. Byrjar þann 12. er reyndar komið í sölu og fólk getur fengið nú þegar svona skráð sig á lista og fengið svona upplýsingablað. Hérna sést smá mynd af smá vísbendingum. Sjalið heitir Haf sem vísar bæði til Vænghafs, af því þetta er náttúrulega sjal, og það mælist svona upp undir 2 metrar frá enda í enda. Það er ekki þríhyrnt og ekki alveg kannski hefðbundið í laginu en samt bara sjalform. En svo vísar náttúrulega haf líka bara til hafsins og þess sem þar er að finna. Það er sjórinn sjálfur og eitthvað sem er í honum, bæði náttúrulegt og manngert. Og að þessu sinni þá er ég að vinna með Nordic Mini Garden í 5 litatónum sem gera 250 grömm samtals, en sjalið í heild vegur svona 200 rúmlega, sem segir okkur að við getum svolítið leikið okkur með litina eftir því hvort maður vill breyta einhverjum kafla. Þó að ég skrifi kannski litur 2 þá getið alveg hoppað yfir í lit 3 ef ykkur líst betur á það. Ég gerði tillögu að 4 litasamsetningum sem eru bara hugmyndir. En hver og ein þeirra spila svolítið í kringum einn grunnlit. Hér er bláleita sjalið eða blátóna. Þá er þetta svolítið grunnurinn og svo eru litir sem að tóna í kring. Og í hverju setti fyrir sig, eða ef að þið eru að velja liti bara upp úr skúffunni heima hjá okkur, að þá mæli ég með að litirnir sem eru kallaðir númer 1 og 4, að þeir séu skyldir, 2 tónar af svipuðum lit, en síðan séu þá litir sem skera sig frá og einn þeirra þarf að skera sig úr hvað varðar þetta sem heitir saturation, eða svona lit, hvað maður að segja, styrk. Þessir hérna eru til dæmis svolítið svipaðir að þessari saturation, þannig að styrkur litarins er svipaður, en þessi hérna sker sig frá að því hann er mun ljósari. Þetta er sem sagt blátóna, síðan eru tillögur að grænum tónum og þá erum við hérna með 2 tóna af grænu og svo tóna í kring. Og við erum með rauð tóna sem er hér og svo erum við líka með brún tóna sem líta svona út. Þetta eru sem sagt tillögurnar sem ég gerði bara svona að gamni, en að sjálfsögðu frjálst að hafa þetta eins og maður vill. Það er alveg spennandi að bæta inn einhverju glitgatni, það er svona til að poppa upp. Og eins og ég segi, það má líka bæta afgöngum inn í. Það mætti alveg nota 2 liti ef fólk er þar. En ég tek saman þessa 5 svona til að leggja til. 200 grömm alls. Það er talað um 80 cm langan hringprjón. 3 til 3,5 millimeter myndi ég reikna með. Ég gef upp prjónfestuna í sléttu prjóni fram og tilbaka 22 lykkjur. En þar sem þetta er sjal þá er það svo sem ekki háheilagt. Fínni prjónfesta gerir minna sjal og lausari prjónfesta gefur stærra sjal. Þannig þetta er líka smekksatriði. Það sem þarf að hafa sem fylgihluti, það er geymslusnúra mæli ég með, meters löng cirka. Það eru oft sjaldar í þeirri lengd. Og nokkur prjónamerki og stoppnál. Fleira í raun og veru þarf ekki, en í blábyrjun sjálfsins þá má velja hvort maður notar sokkaprjóna eða magic loop. Þannig ef þið eruð ekki magic loop fólk að þá mæli ég með að hafa sokkaprjóna í sömu stærð og byrja á því og skipta síðan yfir í hringprjónun þegar fram í sækir. Samprjóni virkar þannig að á upphafsdegi þá kemur fyrsta vísbending og þátttakendur fá það sent til sín í pósti. Og við verðum með hitting í Iceberg í Fákafinni, þar sem að verður svona uppfyllunarpartí. Þið munuð fá vísbendinguna senda kvölduna áður eða seinnipartinn áður, þannig þið getið verið búin að skoða þetta og jafnvel byrja
áður en þið komið og setjist niður í hópi fólks. Það oft erfitt að einbeita sér þegar maður kemur í prjónakaffi. En gott líka að hitta aðra og geta borið sig saman og biðja aðstoð ef eitthvað er. Í fyrra þá gerði ég myndband með hverjum hluta fyrir sig og það þannig líka núna í ár. Þannig að þið hafi líka á YouTube myndband af öllum aðferðum og allri framvindu í sjalinu. Fyrst hluta 1 og 2 og 3 því að þessu sinni þetta 3 hlutar. Hluti 2 kemur 2 vikum eftir að við byrjum og hluti 3 3 vikum seinna og þá erum við svolítið komin inn í sumarið og gefum okkur bara tíma til að vinna og klára og ég vil gera fleiri sölu ef eitthvað langar til. Svo komum við saman í ágúst þegar við erum að skila okkur aftur í bæinn eftir sumarfrí með sölun okkar, taka hópmyndir og hafa bara kósí stund. Það verða prjónahittingar í tengslum við samprjónið. Þeir eru kynntir bara á samfélagsmiðlum bæði hjá mér og hjá Æsver. Svo verður stofnuð grúppa þar sem við getum verið að skiptast á myndum og tala saman rafrænt. Meira segi ég ekki af því þetta er leyni. En ég hlakka til að sjá hvað fæðist núna. Það var æðislega gaman í fyrra að sjá út allt land frábærlega falleg sjöl fæðast og ég bíð spennt að sjá hvað gerist núna í ár. Hlutarnir 3 eru ólíkir að uppbyggingu og eru hver með sitt þema. Og í hverjum hluta fyrir sig eru nokkrar ólíkar aðferðir. Eins og í fyrra þá reikna ég með að eitthvað af þessu verði nýtt fyrir sumum þáttakendum. Annað verður kannski pínu kunnulegt en aðferðirnar eru allar sýndar á myndböndum og náttúrulega útskýrðar og allavega í fyrra þá veit ég að mörgum þótti gaman að spreyta sig á nýjum aðferðum og prófa nýja hluti og þannig vil ég hafa þetta að prjónið haldi manni við efnið og sé spennandi, hæfilega krefjandi en þó ekki múf.